Ágætu bæjarfulltrúar og gestir, ég biður ykkur að taka sæti. 563. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldinn að Tjarnargötu 12, 2. apríl 2019 hér með settur. Á dagskrá fundarins eru 4 mál. Það eru fundargerðir bæjarráðs frá 21. og 28. mars 2019, fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar frá 21. mars 2019, fundargerð barnaverndarnefndar frá 5. mars 2019 lögð fram og fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 27. mars 2019. Vindum okkur þá í dagskrána og fyrsti liður er fundargerð bæjarráðs frá 21. og 28. mars og gef ég orðið laust varðandi fundargerðir bæjarráðs. Margrét Þórarinsdóttir hefur passið hljóðs. Velkomin í pontu, Margrét. Forseti bæjarstjórnar og aðrir viðstaddir, ég kem hér undir lið 2 frá bæjarráði þann 21. mars 2019. Miðflokkurinn lagði áherslu á það í málflutningi sínum fyrir síðustu kosningar að efla þyrfti vinnuskólann. Ég vil því nota tækifæri hér og fagna þessum breytingum sem munu verða gerðar á vinnuskólanum. Síðan kem ég hér undir lið 3 frá bæjarráði þann 21. mars, Saga Keflavíkur. Þann 3. mars kom miðflokkur með fyrirspurn vegna útgáfu bókar sölu Keflavíkur og spurði hver kostnaður við þessa fyrirhuguðu útgáfu yrði. Forseti bæjarstjórnar gat ekki svarað spurningunni. Málið virðist vera þannig vaxið að hér sé meirihlutinn að fara að ráðast í verkefni án þess að fyrir liggi kostnaðaráætlun. Það er að sjálfsögðu engin vinnubrögð. Rétt er að geta þess hér að svona verkefni, kostnaður við svona bókaútgáfu, hefur tilhneigingu til að fara fram úr áætlun. Þar má nefna útgáfu sögu Akraness sem dæmi. Ég vil því ítreka fyrirspurn mína og ætti meirihluti nú að hafa haft nægan tíma til að vinna svarið. Ég óska því að þetta verði bókað. Síðan kem ég hér undir lið 1 frá bæjarráði þann 28. mars. Nú er þessi skýrsla komin til afgreiðslu í bæjarstjórn. Þessar breytingar hafa væntanlega verið kostnaðargreindar og óska ég hér með eftir því að fá minnisblað allan kostnað er málið varðar. Ég mun sitja hjá við afgreiðslu málsins og vísa til fyrri bókuna minna frá bæjarstjórnarfundi þann 19. mars hvað það varðar. Ég óska eftir því að þetta verði bókað. Í bókun minni frá 19. mars þar lýsti ég furðu minni á því að allir flokkar hafa átt þátt í þessari endurskoðun. Við upphaf verkefnisins var ákveðið að viðmæljendur yrðu bæjarstjóri, sviðsstjórar, formaður bæjarráðs og forseti bæjarstjórnar. Síðan kemur í ljós að tekin voru viðtöl við kjörna fulltrúa en sú sem hér stendur var ekki þeirra á meðal. Ég spyr því hvort að bæjarfulltrúi miðflokksins sé ekki kjörin fulltrúi í augum meirihluta bæjarstjórnar. Ég harma þessi vinnubrögð, þau eru óskiljanleg að allir flokkar komi ekki að því að móta endurskoðun á stjórnskipulagi Reykjanesbæjar er með öllu óásættanlegt. Ég átta mér hreinlega ekki á því hvað meirihlutanum gengur til. Það er svo sannarlega ekki andagóðra stjórnsýslu eða lýðræðis að útiloka einn flokk sem hlaut rúm 13% atkvæði í síðustu kosningum uppbyggingu og framtíð stjórnsýslunar. Ég kem hér undir lið 2 frá bæjarráði þann 28. mars. Stjórnsýslusvið Reykjanesbæjar hefur komist að þeirri niðurstöðu að undirbúningur og framkvæmd fyrirliggjandi undirskriftasöfnunar eru ekki í samræmi við 108. grein sveitarstjórnarlaga nr. 138 frá 2011 og reglugerða nr. 155 frá 2013. Samkvæmt þeirra áliti er því ekki grundvöllur íbúakosningar. Málið varðar grundvallarréttindi íbúanna. Lýðræðislegan rétt þeirra til þess að segja skoðun sína í veigamiklu málum. Í svo stóru máli er eðlilegt að skjóta því til frekari úrlausnar. Bæjarfulltrúi miðflokksins hvetur því aðstandendur undirskriftasöfnunarinnar að láta reyna á gildi hennar með því að kæra ákvörðun Reykjanesbæjar til ráðuneytisins samanber 111. grein sveitarstjórnarlaga. Það er auk þess mikilvægt fyrir bæjarfélagið upp á framhaldið. Bent er á að kæran skal berast ráðuneytinu innan 3 mánaða. Það er dæmalaust ef bæjarstjórnin ætlar að hunsa vilja íbúa bæjarins í þessu stóra umhverfismáli. Þvert á gefin loforð.
Það var eins og fór. Miðflokkurinn hafði spáð að meirihlutin myndi beita sig fyrir sig lagatæknilegum atriðum vegna þess að hann hefur ekki kjark og þor til að standa með íbúum. Við vitum það öll að mikill meirihluti íbúa í Reykjanesbæ er á móti þessari starfsemi við bæjardyrnar. Ég óska að þetta verði bókað. Ég kem hér undir lið 3 frá bæjaráði 28. mars. Það er óskiljanlegt að horfa upp á hvernig skipulagsvinnu var háttað varðandi þessa byggingar. Ljóst er að þetta er búið að vera eitt allsherjar klúður. Auðvitað vekur þetta málu fleiri spurningar eins og hvort það sé eðlilegt og að hægt sé að fá úthlutaða verðmæta lóð og draga það svo í mörg ára hefja framkvæmdir. Þessi bygging mun hafa áhrif á útsýnið á Pósthússtræti 3. Mjög margir hafa einmitt keypt sér íbúðir í þessu húsi vegna útsýnisins. Það eru verðmæti í útsýni þegar fasteignir er að ræða. Þarna er verið að ganga á verðmæti fólks. Með þessari nýbyggingu á Pósthússtræti 5, svo nálægt Pósthússtræti 3, er við að draga úr gæðum og verði og verið að rýra verðgildi eigna í Pósthússtræti 3. Þetta mál birtist mér þannig að það hefði verið laumast við að hliðra þessu húsi til á byggingareitnum, verktakanum í hag en íbúum í næsta húsi í óhag. Fyrir það eiga íbúarnar í næsta húsi ekki að þurfa að gjalda. Nú hefur samkomulag náðst við byggingaraðilinn og bærinn skuldbindur sig til að greiða honum 43 milljónir í skaðabætur. Þetta er nú meira ruglið. Bæinn munar svo sannarlega þessa 43 milljónir, hver ætlar að axla þá ábyrgð, ég spyr. Það búið að gera ráð fyrir þessa kostnaði í fjárhagsáætlun. Ég óskar hér með eftir því að fá minnisblað það hver heildarkostnaður bæjarins er á þessu klúðri. Ég óska eftir því að þetta verði bókað. Ég kem hér svo liðundi 4 frá bæjaráði 28. mars. Ég tek undir bókun Sambands íslenskra sveitarfélaga vegna frystingu á fjárframlögum til jöfnunarsjóðs sveitarfélaga og fagna henni. Það er ljóst að yfirlýsingum ríkisstjórnarinnar að ekki verði farið í skerðingar án samráðs við sveitarfélögin, enda annað væri forsvaranlegt. Náist ekki samkomulag og skerðingi verði að veruleika, þá er það mikið högg ofan á það sem við sjáum nú fram á vegna gjaldþrots WOW. Ég trúi þeir reyndar ekki að ríkisstjórnin ætli að halda þessu til streitu gagnvart Suðurnesjum í ljósi þeirra alvarlegu stöðu sem blasir við. Nú þegar 100 manna hafa mist vinnuna. Nú þarf meirihlutinn að svara því til hvaða ráðstafana verður gripið til að mæta tekjutapinu sem ríkisstjórnin ætlar að skella á okkur ofan á allt annað. Það er alveg makalaust hvað við erum alltaf annars flokks fólks í augum ríkisvaldsins. Ljóst er að endurskoða þar fjárhagsáætlun bæjarins og koma stjórnvöldum í skilningum það að svona gera menn ekki. Ég óska eftir að þetta verði bókað. Ég kem hér undir lið 11 frá bæjaráði 28. mars. Ég velti því fyrir mig hvort að meirihlutin sé að reyna að keyra þessa sameiningu í gegn án eðlilegar og upplýstar umræðu. Við þurfum að fá skýrar og betri gögn varðandi málið. Ég er til dæmis alveg undrandi á ráðgjöfum Capacent hvernig þeir héldu á þessari kynningu varðandi sameiningu Kölku og Sorpu. Hún var mjög sérstak og ekki nægilega vönduð að mínum dómi. Það hallaði verulega á okkur og þetta birtist mér þannig að hagsmunir Sorpu væru aðalmálið í þessu. Ég vil ítreka fyrri bókun Miðflokksins frá bæjarstjórnarfundi þann 7. febrúar síðastliðinn. Ég óska þetta verði bókað. En fram kemur í bókun minni að áður en lengra er haldið verða allar upplýsingar að liggja fyrir, til dæmis varðandi flutning á Sorpi og hugsanlega geymslu og þá hvort að áætlað er að nýr brennsluofn verði staðsettur í Helguvík. Bæjarbúar eiga að fá að vita hver áform meirihlutans eru í þessum efnum. Áætlað er að 10 manns verði í stjórn sameinað félags en einungis 5 aðilar verði í framkvæmdaráði. Verði af þessari sameiningu er það skýr krafa bæjarfulltrúa Miðflokksins að Reykjanesbær eigi fulltrúa í framkvæmdaráðinu. Bærinn er í 4. stærsta sveitarfélagi sem að sameiningu stendur verði hún að veruleika. Þá er ég búin. Takk. Ég leyfi fundarins langar forseta að kveða sér hér hljóðs aðeins. Það má með sanni segja að það sé raunverulega verið að brjóta hér blað í bæjarstjórn Reykjanesbæjar með alveg ótrúlegu upphlaupi fulltrúa M-flokksins hér hvern fundin og fætur öðrum. Það er nú bara úr vönd að ráða
að greina á milli hvaða mál viðkomandi bæjarfulltrúi að ræða almennt þegar hann leggur fram bókanir. Bæjarfulltrúin fór hér mikinn í pontu og það vert að svara einhverja því og spyrja ágætan bæjarfulltrúa út úr, jafnframt. Fyrst ber að nefna undirskriftalista sem hér barst bæjarstjórn, áskorun það að höfð væri íbúakosning kísilver í Helguvík. Það verður að segjast að við bæjarfulltrúar sérstaklega meirihlutans sem höfum lýst ákveðinni skoðun á því máli fögnuðum að sjálfsögðu þeirri áskorun. En bæjarfulltrúin gerir sér ekki grein fyrir því og virðist ekki átta sig á því trekk í trekk að við erum stjórnvald hér í Reykjanesbæ. Við getum ekki tekið og beitt reglur og lög í landinu. Það getur vel verið að miðflokkurinn hafi talið sig geta gert það hér í ríkisstjórn á sínum tíma eða telji sig geta gert það hér í bæjarstjórn, en það er bara ekki í boði. Það myndi þýða það einfaldlega að við myndum hér brjóta lög sem að myndi síðan gera það að verkum að sveitarfélagið væri skaðabótaskylt á endanum. Mér finnst þetta upphlaup með ólíkindum. Sérstaklega í ljósi þess að bæjarfulltrúin veit vel hvað núverandi meirihluti stendur í málinu. Hann hefur lagt hérna fram bókanir varðandi kísilverin í Helguvík. Meirihlutin lagði líka fram ákveðnar línur í kosningunum, þannig að það ætti ekkert að fara neitt á milli mála hvar meirihlutin stendur. En þessi endalausa tilhneiging til þess að toga málin og gera þau tortryggileg algjörlega með ólíkindum. Og ég leyfi mér að segja ólíðandi vinnubrögð. Það þannig í stjórnskipulagi Reykjanesbæjar að málin eru samþykkt hér í bæjarstjórn. Ekkert samþykkt fyrir að bæjarstjórn búin að samþykkja það. Varðandi sögu Keflavíkur, þá liggur ekkert fyrir nein kostnaðaráætlun þar. Og þar að leiðandi erfitt að kostnaðarmeta það sem ekki komið fram. Það liggur líka fyrir að það verður engum fjármunum veitt í það fyrir að sú kostnaðaráætlun liggur fyrir. Það hefur aldrei verið og tíðkast hér, hvorki bæjarstjórn eða bæjarráði, að menn séu að giska á það hvað hlutinni kosti. Það virkar ekki þannig. En þetta uppæfð af því að skrifa sögu Keflavíkur og ég get tekið undir það að það ýmislegt sem hefur gerst í söguritun sveitarfélagi gegnum tíðina á Íslandi. Sumt af því má vissulega læra af. Ég get allavega lofað því hér í ræðustól að við munum ekki fara sömu leið að safna hér upp gömlum uppsöfnuðum bunkum af sögu Keflavíkur þegar hún kemur hér fram. Það verður þarna vanda til verka. Þarna valin kunnir aðilar sem búið að fá til verksins og treysti ég þeim fyllilega fyrir því að koma fram með skýra og góða kostnaðargreiningu á því hvert við ætlum að fara með það verkefni. Nú, varðandi Pósthússtræti 5, þá liggur alveg fyrir að það skipulag frá 2005 meingallað. Við höfum rætt þetta mál í bæjarráði og bæjarstjórn nokkrum sinnum og þetta ekki góð niðurstaða fyrir neinn, hún kannski jafn slæm fyrir alla. Ég furða mig sérstaklega á því að bæjarfulltrúin skuli ekki halda trúnað, sem þá fyrsta skipti sem ég rekst á það á mínum tíma hér í bæjarstjórn. En ég hræðist það ekkert. Við höfum reynt að vanda okkur í hverju einasta skrefi varðandi þetta mál. Í samráði við íbúa, verktaka, bæjarfulltrúa. Í hverju einasta skrefi höfum við lagt áherslu á það að hafa samráð og reyna að leita sátta. Það okkar hlutverk í bæjarstjórn að gera það og við skorumst auðvitað ekkert undan því þegar erfið mál komu upp. En á endanum þarf að leiða mál til lykta. Þau eru kannski ekki ákjósanleg fyrir alla,
en illskásti kosturinn í þessu dæmi sem hér ræðir. Enn og aftur vil ég lýsa undrun minni á þessum vinnubrögðum bæjarfulltrúans. Ég verð að viðurkenna það að ég kvíði því að sitja hér á bæjarstjórnarfundum á næstu misserum ef að þetta eru viðbrögð Miðflokksins við öllum þeim góðu málum sem að bæjarstjórn að vinna að. Iðulega í sátt og samlyndi og góðum og að hægt að reyna að nálgast ásættanlega niðurstöðu í allflestum málum. Nú, að þessu sögðu þá orðið laust. Guðbrandur Einarsson hefur passið ljós, gerðu svo vel Guðbrandur. Virðulegur forseti, ég ætla nú að byrja á því að viðurkenna vanmátt minn, hafandi hlustað á bæjarfulltrúa Miðflokksins koma hér upp með hverja bókurinn á fætur annar. Ég náði nú ekki að telja þær allar, en ég ekki einu sinni hálfdrættingur á við bæjarfulltrúan því að ég ætla bara að vera með eina bókun. En það vakti auðvitað bara athygli mín það að bæjarfulltrúinn skuli vera nánast að leggja fram bókun í hverju einasta máli sem á dagskrá í bæjarráðinu. Það liggur auðvitað fyrir að með því að samþykkja til dæmis fundargerðina þá ert að samþykkja það sem í henni stendur. Og það stendur meðal annars þar að við tökum undir bókun stjórnarsambands sveitarfélaga, það sem gagnrýnin á ríkisstjórnina hefur komið fram. Og ég átta mig ekki alveg á því til hvers við þurfum að fara að leggja fram aðra bókun hér. Og ég sem fulltrúi beina leiðar að fara að ítreka þessa bókun sem nú þegar komið fram í bæjarráði. Jú, nei, bara leiði ég samþykki fundargerðina, þá var ég búinn að samþykkja bókunina. Það hefur búið að mótmæla þessu. Ég átta mig ekki á svona vitleysu. Það voru nokkur atriði sem ég naut þegar að bæjarfulltrúinn fer að tala. Talandi stjórnsýslubreytingar sem að verið að skoða og vinna eru núna komna til umræðu eða allir flokkar sem að hér sitja eru búinir að fá þetta til meðferðar í sínu baklandi. Ég get bara tilkynnt það glaður og hreykinn hér að bein leið ætlar að hittast annað kvöld til að ræða þær tillögur sem fram eru komnar. Og ég vænti þess að bakland Miðflokksins gerir slíkt hið sama og sé ekki bara með endalausar upphrópanir hér í pontu. Talandi að meirihlutina hafi verið að halda einu flokki frá umræðum breytingarnar. Ég veit ekki betur en að bein leið eða fulltrúi beinna leiðar í bæjarstjórn hafi ekkert komið að þessari umræðu þegar ráðgjafinn var að afla sér upplýsinga. Ég veit það líka að fulltrúi frjáls afls kom ekkert að því. En við komum svo sannarlega að því að ákveða hver niðurstaðan verður þegar að við förum að ræða það. En kynnum okkur máli fyrst. Pósthússtræti. Já, þetta skítamál. Ég tek undir það með bæjarfulltrúa Miðflokksins. En talandi það að menn hafi verið að fá úthlutaðri lóð fyrir löngu síðan og dregið svo að fara að byggja á henni. Menn eiga bara þessa lóð. Menn keyptu þessa lóð. Og þeir ráða bara alveg hvenær þeir fara að byggja á henni. Þeir eiga hana bara. Við vorum ekkert að úthluta þessari lóð. Meirihluti sé að fara að keyra í gegn einhverja sameiningu í Sorpu til að
þjóna hagsmunum Sorpu? Hvers slags aðdróttanir eru þetta? Já, við vinnum hérna að því að bæta hag Sorpu og kostnað Kölku. Hvað heldur við séum að gera hérna? Ég er bara algjörlega gáttaður. Ég myndist á það hérna á ungmennaráðsfundinum. Ég var í starfsaldursgaurin hér í þessari bæjarstjórn. Ég hef aldrei upplifað annað eins. Það fólk ætti nú aðeins að fara að huga að því hvernig stjórnsýslan vinnur og til hvers þessi bæjarstjórnarfundir eru. Það var eitt mál sem að bæjarfulltrúi Miðflokksins, Margrét, nefndi hér líka, sem að var áskorun íbúakosningu vegna kísilvera í Helguvík, og þar var meiri hlutinn sakaður það að vegna tæknilegra atriða ætlaði að koma í veg fyrir íbúakosningu. Já, það stöndum við. Erum að vinna því, allir nema hún, að koma í veg fyrir íbúakosningu vegna tæknilegra atriða. En ég spyr núna hvað þessi, bara svo að Margrét geti nú komið hérna upp í pontu og svarað okkur núna, hvað á þessi íbúakosninga snúast. Það er ekki búið að óska eftir einu en einu. Menn gætu farið og byggt eitt stykki kísilver á morgun á vegum fyrirtæki sem heitir Thorsil. Þeir hafa öll tilskilin leyfi. Ef að Umhverfisstofnun myndi veita heimild til þess að Stakksberg hæfi rekstur á kísilverksmiðjunni núna, gætum við ekkert gert. Við getum hugsanlega gert eitthvað ef að Stakksberg er að óska eftir deiliskipulagsbreytingu, en látum hana þá koma fram. Látum deiliskipulagsbreytinguna koma fram, eða óskina. Áður við förum að þvaðra einhverja svona hluti að menn séu að reyna að koma í veg fyrir þetta á einhverju tæknilegum atriðum. Hvers slags fjarstæða er þetta? Eins og forsetinn lýsti hér áðan, þá ætti fólk að vita hug meirihluta bæjarstjórnar í þessu máli. Hann liggur fyrir. Og ég hef aldrei talað fyrir þessum rekstri í Helguvík. Aldrei. En ég geri mig grein fyrir ábyrgð minni. Ég var ekki inn í bæjarstjórn frá 2010 til 2014 þegar þessi mál voru sett á dagskrá og samþykkt. En ég geri mig grein fyrir ábyrgð minni sem bæjarfulltrúa þegar ég kem inn 2014. Ég gat ekki farið í hókus pókus og galdra burtu skuldir bæjarsjóðs. Ég var sem ábyrgur bæjarfulltrúi að fara að vinna því að lækka þær. Ekki garga hér og góla daginn út og daginn inn. Hverjir eigi sök og hverjir eigi ekki sök. En því miður, það fór það svo að þeir sem að voru að safna þessum undirskriftum á góðum hug, eins og þeir sem voru að safna undirskriftum gegn því að hitaveitan er selt á sínu tíma á góðum hug, þá fóru þeir ekki eftir því sem að lögin heimiluðu þeim að gera. Og það er miður. En þetta er ekki spurning hvað okkur finnst. Ef við ætlum að fara í bindandi íbúakosningu á grundvelli ólagrar undirskriftasöfnunar, þá er sú íbúakosning dæmd ólagleg. En við getum svo sannarlega á einhverjum tímapunkti ákveðið að fara í íbúakosningu tiltekin mál sem stjórnvald. Og við munum að sjálfsögðu skoða stöðuna þegar að það gæti komið upp að óska verði eftir deiliskipulagsbreytingu á lóð Stakksbergs í Helguvík. En vegna þessa máls og til þess að Margrét Þórarinsdóttir, bæjarfulltrúi Miðflokksins, toppi ekki alla hér,
þá langar meiri hlutunum að leggja fram eina litla bókun í þessu máli. Með leyfi forseta. Hún er svohljóðandi. Á fundi bæjarráðs Reykjanesbæjar þann 28. mars síðastliðinn voru lagðir fram undirskriftalistar með áskorun til bæjarstjórnar að efna til bindandi íbúakosningar starfsemi kísilvera í Helguvík. Í minnisblaði bæjarlögmanns, sem var hluti af framlögðum gögnum, kemur eftirfarandi fram. Grundvöllur slíkrar íbúakosningar er heimild 108. greinar sveitarstjórnarlaga nr. 138 frá 2011 og reglugerð nr. 155 frá 2013 undirskriftasafnanir vegna almennrar atkvæðagreiðslna samkvæmt sveitarstjórnarlögum. Tilkynna þarf sveitarstjórn fyrirhugaða undirskriftasöfnun þar sem óskað er eftir almennri atkvæðagreiðslu tiltekið mál er varðar sveitarfélagið. Tilkynningi þarf að vera undirrituð af minnstakosti 3 einstaklingum og þar á að koma fram tilefni undirskriftasöfnunar og ábyrgðaraðili. Ekki var leitað til bæjarstjórnar varðandi undirskriftasöfnunina og þar af leiðandi er undirbúningur og framkvæmd hennar ekki í samræmi við ákvæði reglugerðarinnar og því ófullnægjandi sem grundvöllur íbúakosningar. Þá gafst bæjarstjórn Reykjanesbæjar ekki tækifæri til að meta ákvæði 3. greinar 108. greinar sveitarstjórnarlaga hamli því að unnt sé að krefjast almennar atkvæðagreiðslu. Ákvæði 4. greinar reglugerðarinnar var ekki fullnægt varðandi söfnun undirskrifta, þá er skilyrðum 5. greinar og 7. greinar reglugerðarinnar hlutverk ábyrgðaraðila og afhendingu undirskrifta ekki fullnægt. Niðurstaða, undirbúningur og framkvæmd og fyrirliggjandi undirskriftasöfnunar eru ekki í samræmi við 108. grein sveitarstjórnarlaga nr. 138 frá 2011 og reglugerðar nr. 155 frá 2013 og því ekki grundvöllur íbúakosninga. Það er því ljóst að bæjarstjórn Reykjanesbæjar getur ekki lagt til að fari verði bindandi íbúakosningu á grundvelli þessarar undirskriftasöfnunar. Það er þó ljóst að þessir undirskriftalistar gefa skýrt til kynna að stór hópur íbúa vilji koma að frekari ákvörðunum framhald rekstur kísilvers Stakksbergs í Helguvík. Ásamt því að vilja hafa áhrif á það hvort Thorsil hefji rekstur kísilmálverksmiðju á sama stað. Meiri hluti bæjarstjórnar Reykjanesbæjar hefur nú þegar lýst þeirri skoðun sinni að starfsemi af þessu tagi sé óhentug svo nærri íbúðabyggð og hefur skorað á viðkomandi fyrirtæki að hætta við frekari uppbyggingu í Helguvík. Það er því ljóst að meiri hluti bæjarstjórnar deilir skoðunum með þeim sem rituðu nafn sitt á undirskriftalistana og mun í framhaldinu skoða möguleika á aðkomu íbúa að frekari uppbyggingu kísilvera í Helguvík sé þess nokkur kostur. Bindandi íbúakosning meiri háttar breytingu á deiliskipulagi gæti verið leið til þess. Og undir þetta skrifa bæjarfulltrúar beinnar leiðar, Framsóknarflokksins og Samfylkingarinnar. Og herra forseti, ég vil að þetta sé bókað. Margrét Sanders hefur kvast í hljóðs. Gjörðu svo vel, Margrét, velkomin í pontu. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Aðeins varðandi bókun sem var lögð hér fram og ég er ekki með bókun á móti, að þá langar mig að nefna það að starfsfólk Reykjanesbæjar og hafnarinnar áætlar að fara til Noregs og vonandi breytist það ekki þrátt fyrir þessar hamfarir vegna Vá. Og mér finnst einmitt mikilvægt að fá staðreyndir málsins. Þar eru kísilver inn í byggð,
Hvernig eru menn að gera þetta? Eru menn að gera þetta öðruvísi en hjá okkur? Akkur klúðrast svona hryllilega og við hjá D-listanum munum aldrei samþykkja svona vegferð aftur. En ef að menn fara eftir lögum og reglum, þá er það annað mál og við viljum algjörlega halda því opnu. Enda virkilega núna þá sjáum við hversu mikilvægt er að hafa fjölbreytni í atvinnulífi. Að 2006 fer herinn, einkarfa, síðan er hrun og svo erum við með eina körfu núna sem er ferðaþjónustan. En ástæða þess að ég bað orði hér er vegna fyrsta máls sem er í fundagerð bæjarráðs, það er fundur númer 1212 og það er varðandi skipuritið og ég leita á það að við værum ekkert að afgreiða það, við værum bara hérna að vinna saman í þessu og þess vegna er ég bara að koma með vinsalar ábendingar og hugleiðingar og ekki bara ég heldur við erum búin að liggja svolítið yfir þessu saman og viljum bara nefna þessa hluti og það er ánægilegt að sjá nokkra starfsmenn hér líka af því að ég held að það væri gott að við myndum svolítið hugleita saman hvað mönnum finnst og þeir sem vinna þetta auðvitað þekkja þetta vel en við erum kannski með öðruvísi innsýn sem er líka gott að hugleiða að maður þori að fara svolítið upp úr hjólförunum. Aðeins varðandi stofnun þessara sérstakra nefnda, það eru nýjar nefndir sem ég hef sagt að nöfnin á þeim eins og lýðheilsuráð, framtíðaráð og markaðsatvinnu og ferðamálaráð, að mínum að þetta er allt góðar nefndir. En ég var kannski ekki alveg sammála því sem að kom undir og hlutverkin sem það átti að vera með, en svona í heilt yfir þá eru þetta alveg nefndir sem að geta fallið undir skipuritið. Það sem að mér finnst varðandi skipuritið, varðandi fyrst langar mig að segja að þessi vinna sem að ráðgjöf var með að grunnvinnan og greiningavinnan er góð og það er nokkuð ljóst svona hvað allavega er ljósara fyrir okkur sem erum að skoða þetta eftir að þessi greiningavinna fyrir fram en ég hefði viljað hafa eða ekki við hefði viljað sjá tillögurnar skýrari og kannski er þetta bara vinnuplagg þannig að við skulum ekki vera í eitthvað gagnrýni skýr heldur frekar aðeins að hugleiða að við viljum fá skýrari tillögur. Það sem að okkur langar til þess að nefna, það er í fyrsta lagi það að forsetanefnd á ekki heima inn á skipuriti. Þetta er nefnd sem að kemur og fer, hún er bara starfsnefnd sem að koma með tillögur og breytingar samþykktum mann og það ætti að fara út. Hugsanlega. Aftur, þetta eru hugleiðingar. Aðeins varðandi þessar helstu aðalnefndir bæjarins sem, ekkert aðal, ég ætla nú ekki að fara að gera lítið úr öðrum, heldur þetta fræðslusvið, velferðarsvið og uskið eða umhverfis- og skipulagssvið að þá og síðan er þvert á talað fjármálaskrifstofa, bæjarstjóra og svo verkefnastofa. Það sem að við höfum svona velt, það farið nokkra Reykjanesbrautir eða því sem ekki viti að ég vinn í Reykjavík og keyri mikið Reykjanesbrautina sem er gott að nota til að hugsa. Það var farið nokkra Reykjanesbrautir í að hugleiða hvernig getum við unnið okkur út úr því að vera skilvirkari varðandi stoðdeildir eins og ég kalli þetta oft. Þá er ég að tala stjórnsýsluna og fjármálin. Það ætti að vera þvert á hina nefndirnar. Það sem að ég er svona aðeins að vandræðast með og ekkert bara ég og við erum að vandræðast með. Það er hvernig eigum við hvað á að vera þvert á og hvað á að vera beint á. Yfirleitt erum við að tala að fjármálin og tala nú ekki núna eftir þetta áfall sem er núna, mjög mikilvægt að fjármálin verði algjörlega ekki, bara beint undir bæjarstjóra og verði á sama stigi og aðrir sviðsstjórar. Stjórnandi fjármálasviðs verði á sama stigi og sviðsstjórarnir aðrir. Það er gríðarlega mikilvægt í þessum sérstaklega þegar að móti blæs í fjármálum. Og síðan erum við að velta fyrir okkur varðandi þið eru að tala framtíðaráð sem framtíðarnefnd eða framtíðaráð sem er bara algjörlega frábært og okkur finnst kannski þið eru að tala meira framtíðaráðið í ykkar málefnasamningi að það ætti að vera auka lýðræðisvitund og huglega sveigjanlega vinnutíma og fleira. Nafnið er nefnilega geggjað, nafnið er frábært. Ég held að sé bara frábært að vera með framtíðaráð sem að hugsa tækifærin. Þið eru líka með markaðsatvinnu og ferðamálaráð. Ég myndi vilja sjá bara svona viðskiptaþróun og framtíð, eða framtíðatvinnu og framtíðaratvinnu og þróunarráð eða eitthvað svona bara þar sem við erum svolítið að horfa á tækifærin, horfa til framtíðar, hvað ætlum við að gera, hvernig ætlum við að gera það og svo framvegis og það fer svona þvert á öll sviðin.
Þannig að þá erum við að tala að þvert á sviðin myndi þá vera stjórnsýsla, fjármál og svo framtíðaratvinnu og þróunarmál. Aðeins varðandi lýðheilsuna, mér finnst flott að vera með eitthvað sem heitir lýðheilsuráð, veltum fyrir okkur við hér, hvort við ættum að kalla þetta lýðheilsu íþrótt og tómstundaráð. Undir lýðheilsuráði myndi við þá vera barnasáttmálinn, heimsmarkmiðin, heilsueflandi samfélag, eflaust forvarnir eða fjölmenningin, ég veit það ekki, eða kannski eftir forvarnir og fjölmenningin að fara undir íþrótt og tómstundaráð, að því að við erum að tala og það er spurningu frístund, ef frístund hefur verið í fræðsluráði, að þetta er góð samvinna. Kannski ættum við bara búa til bara sérdeild þarna fræðsluráð og svo lýðheilsu, íþrótt og tómstundaráð. Af því að í stefnumótuninni erum við með fókus á börnin, en í þessu ráði við skulum ekki fókusa bara á börnin, við skulum líka fókusa bara á allan pakkan. Áðan töluðu ungmenninu forvarnir, við erum líka að tala aldraða, það er algjörlega frábæra hlutir að gerast með Janesi varðandi íþróttamálin og tómstundamálin, það er mikið að gerast þar. Þannig að mér finnst þetta bara eitthvað sem við þurfum að hugsa saman. Sko, ég ætla ekki að vera hérna til 7, ég held að þetta sé ágætt svona byrjunar bara innlegg, en mér finnst bara mikilvægt að við gerum þetta skýrt, hver gerir hvað, hver ræður hverju, nefndirnar séu algjörlega skýrt, hver stjórnar því, en við vitum að þetta verður alltaf samvinna á milli sviða. Það er allt annað og þeir sem eru í einhverju samvinnu, það þarf ekki að setja það þvert á skipuritt. Takk fyrir. Ágætu bæjarfulltrúar, ég verð að biðja stafsökunar á því að ég glemdi nú að nefna hvaða bæjarfulltrúar eru mættir hér á fundin. Þannig að byrja því að biðja stafsökunar á því og ástæðan fyrir því að ég vil nú sérstaklega gera það að þessu tilefni er að Sigurrós Antonsdóttir er að sitja hér sinn fyrsta bæjarfulltrúarfund og bjóðum við hana sérstaklega velkomna, en aðrir bæjarfulltrúar eru Eydís Hensi Pétursdóttir, Styrmir Gauti Fjellsteð, Díana Hilmarsdóttir, Guðbrandur Einarsson, Margrét Þórarinsdóttir, Gunnar Þórarinsson, Margrét Ólöf Sanders, Baldur Guðmundsson og Anna Sigríður Jóhannesdóttir og forseti Jóhann Friðrik Friðriksson. Sá sem hefur beðið orðið næst er Gunnar Þórarinsson. Gjörðu svo vel, Gunnar, velkomin í pontu. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Ég ætla ekki að blanda mér í þær umræður sem eru hérna hvorki Kísilver eða Pósthússtræti eða annað, en hef hugsað mér að tala aðeins þetta nýja stjórnskipulag sem menn eru að reyna að leggja drög að. Ég er hérna með fyrir fram myndin af núverandi skipulagi og verð að segja alveg eins og er að mér finnst að það hafa heppnast nokkuð vel. Að vísu má bæta það. Og það sem ég sé fyrst er að mér finnst ástæða til þess að setja saman bæði menninguna og atvinnu og markaðsmálin í eitt. Það er nauðsynlegt og það gæti alveg verið svona svið í kringum það. Ég sé svona ákveðna þróun í því og það er auðvitað akkúrat á þessum tímamótum bara efst á baugi að reyna að koma af stað einhverju atvinnulífi hér sem að þjónar betur okkar hagsmunum heldur en við höfum haft marga undanfarna áratugi. Við erum að setja allt og fáar stoðir undir atvinnulífið. Verkefnið er auðvitað að reyna að gera það fjölbreyttara og þess vegna hefum við til dæmis verið að reyna að koma upp einhverjum verkefnum þannig út í Helguvík. Því miður tókst það ekki í fyrsta skipti en ég hef alveg fulla trú á því að það sé hægt að búa til kísilver sem að mengar ekki. Og það er enda reynslan frá Noregi. Nú, ég er alveg sammála því að þetta er hálfgert bákn, þetta hérna. Það er bara verið að auka í raun og veru umfangið
allt of mikið. Og mér líst illa á það. Við þurfum með einhverjum hætti að minnka þetta umfang þannig að svona línurnar á milli verði skýrari. Mér finnst til dæmis þetta lýðheilsu og verkefnaráð einhvern veginn skot út í loftið. Vil sjá hins vegar sameiningu eins og ég sagði áðan, menningar og atvinnumála í svona eitt svið sem að gæti skapað okkur framtíða möguleika í ýmsum verkefnum. Þannig að ég leggst eindregið gegn því að breyta þessu eins og það er núna nema þessu leyti sem ég nefndi áðan atvinnumálin. Sko, það er svo margt þarna sem ég skil ekki. Þessi framkvæmdastjórn er eitthvað sem að mér finnst ekki passa. Mér finnst eðlilegt að menn komi saman auðvitað og hittist og tali saman verkefnið undir forystu bæjarstjóra. Það er í raun og veru málið. Og það er bara góð reynsla því sem að hefur verið gert undanfarin ár. Sviðsstjórar koma saman ásamt bæjarstjóra og fara yfir málin. Ég ætla að láta þetta gott heita skipulagsmálin, en langar aðeins að koma inn á það sem var verið að fjalla hérna í sambandi við þetta mál, þar að segja hvernig var haft samband við fólk. Ég get alveg staðfest að það var ekki haft samband við mig út af þessu. Það er eða frjálst afl. Og finnst það eiginlega hálf einkennilegt. Og er ekki góð stjórnsýsla, verð ég að segja. Nú varðandi Pósthússtræti að þá er ég alveg sammála því að þetta er klúður, bálvað klúður. Og í raun og veru er klúðrið ekki bara það að skuli vera að byggja þessar blokkir. Heldur líka hitt að það er allt í kringum þetta, ákvarðanir og allt. Þetta er út og suður. Þetta bara gengur ekki. Mér finnst satt að segja að við þurfum að leggja áherslu á það að fjölga fólki í umhverfis- og skipulagsráði. Það er bara nauðsynlegt, eða öllu heldur á sviðinu. Það er alveg augljóst að við getum ekki sinnt verkefnunum almennilega. Bara augljóst. Ég þekki mörg dæmi klúður hér allstaðar sveitarfélagi. Geti nefnt mörg dæmi. Meðal annars hjá mér. Mínum húsakynnum. Þar sem að götukótinn var 75 cm lægri heldur en átti að vera. Þetta er náttúrulega bara klúður. En svona er það. Menn er ekkert að fylgjast með. Anna Sigríður Jóhannesdóttir hefur hvað sér ljós, gjör svo vel. Velkomin í pontu. Takk, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir gestir. Já, mér langar rétt að nefna varðandi nýja stjórnskipulagið að þetta er bara stórt og mikið verkefni sem þarf að ræða og vanda til verka. Það er ekki auðvelt að breyta og setja saman ný ráð eða nefndir og þetta er bara atriði sem þarf að skoða mjög vel og eins og hefur komið fram bara bæði undanfarið í verkefnum sem snúa að forvörnum og eins og ungmennaráð kom inn áðan að hver fætur öðrum var að fagna fræðslu fíkniefnavanda, bara rauninni forvarnir, voru stöðugt að fagna því og óskuðu eftir meiri fræðslu. Það er eitthvað svona sem að mörg ráð
hafa spurt sig hver sér forvarnir. Er það velferðarráð? Er það fræðsluráð? Eða er það íþrótta- og tómstundaráð? Er ekki íþróttir og tómstundir? Er það ekki forvarnir? En það forvarnir eru þvert á öll ráð. En það þarf alltaf einhver að taka ábyrgð. Og þess vegna þarf maður að spyrja sig þegar maður að setja saman nefndir eða ráð, hver er sviðsstjórinn og hver tekur alltaf ábyrgðina? Það þarf alltaf einhver að vera ábyrgðaraðili fyrir verkefnunum. Þannig að ég myndi ekki vilja sjá sviðsstjórum fækkað, en það þarf alltaf einhver að vera ábyrgur fyrir nefndunum. Ég var mjög spennt fyrir lýðheilsuráði. Ég meina þetta orð, þetta hugtak lýðheilsa, þetta næri yfir allt, lýðheilsa allra íbúa í Reykjanesbæ. Við erum alltaf að tala lýðheilsu, ungbarna, unglinga, aldraðra. Þetta bara í öllum nefndum, lýðheilsa almennt. Og hvort sem að lýðheilsa eða lýðheilsuráð mun hafa málefni sem íþrótt- og tómstundaráð eða önnur undir sinni könnu, þá þarf í rauninni bara að strúktúra þetta upp þannig að forvarnir, allt sem snýr að lýðheilsu allra íbúa, ekki bara barna, líka aldraðra, að þetta komi allt saman og við getum unnið þetta vel. En ég ekki alveg svona, eftir að hafa lesið þetta, þá ekki alveg að skilja svona hvaða starfsmenn sitja í ráðinu, hvaða pólitísku fulltrúar, ef það sameina nefndir, munum þá einhverju detta út, ef að skipta með okkur liði. Ég er svona ekki alveg búin að sjá það fyrir mig hvernig það gerist, en mér líst mjög vel á þetta allt saman. En ég held að þetta sé bara svona byrjun á einhverju góðu samtali og það að vinnast betur. Takk. Bæjarstjóri hefur óskað eftir að stíga í pontu, gjörðu svo vel, Kjartan Már. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla nú að koma hér upp til þess að fyrsta lagi að láta í ljós svona efasemdir fullyrðingar sem hér hafa komið fram að starfsmenn umhverfis- og skipulagsráðs séu ekki gera neitt eða vinna sín störf. Þeir hafa gert eins vel og þeir geta. Það hafi verið gerð mistök og við höfum öll sem hér erum gert mistök á ævinni. Og það hefur verið reynt eftir fremsta megni að leiðrétta þau eða læra af þeim. Þetta sama ágæta svið hefur margsinnis óskað eftir því að fá að fjölga starfsfólki. Við höfum verið í mjög knappri stöðu og það kom nú fram við fjárhagsáætlunargerð núna síðast hjá okkur. Óskir samtals 47 nýju stöðugildi í kerfinu frá sviðunum. Og ég sé að bæjarfulltrúi Gunnar hann lyftir augabrúnum yfir því, en þetta á hann að vita því að þetta var farið mjög vel yfir þetta mál. Við treystum og hann þar á meðal sér til þess að veita auknar fjárheimildir námu 21 stöðugildi, ef ég man rétt, og áherslan var lögð á skólana, þar sem að það langsamlega stærsta verkefnið okkar og langflest stöðugildi fóru inn á fræðslusvið og í skólan okkar. Það fór 1 stöðugildi inn á umhverfissviðið, ef ég man rétt, og það var samþykkt samhljóða hér eða 10 bæjarfulltrúum af 11. Það komu ekki fram neinar tillögur sérstakar við afgreiðslu fjárhagsáætlunar að það skyldi setja meiri peninga að fjölga sérstaklega eða setja sérstaka áherslu á umhverfissviðið á þeim tímapunkti. Heldur þvert ofan í óskir ráðsins að þá var óskum þessum fjölgun starfsmanna ekki veitt brautargengi eins og óskar eftir, heldur aðeins að hluta til. Þannig að ég verð bara að segja það að mér finnst þetta skrítin umræða. Við munum halda áfram að reyna að bæta í þessu stöðugildi sem vantar og á þeim stöðum þar sem vantar fólk og halda áfram að læra af þeim mistökum sem að gerð eru, enda finnst mér rétt að vekja athygli á því ef að bæjarfulltrúar hafa ekki áttað sig á því að við erum hér í einhverju
búin að vera hér í einhverju stórfurðulegu ástandi í Reykjanesbæ undanfarin 3-4 ár, þar sem íbúum hefur fjölgað 8-9% á ári, byggingar í sveitarfélaginu okkar, nýjar íbúðir og hús skipta hundruðum og bara, ég veit ekki hvort að bæjarfulltrúar að gera sér grein fyrir því að ein lítil íbúð sem er í byggingaferli á þeim tíma frá því að heimild er veitt eða bara frá því að sóttur og þar til íbúðin er samþykkt á efsta byggingastigi, innheimtir eða heimtir fjölda ferða, úttekt, heimsókna og allt af þessu starfsmönnum okkar sem hafa unni hér dag og nótt, allar helgar og gert allt sem þeir hafa getað með mjög erfiðar aðstæður, vil ég segja. Alltaf því óboðlega aðstæður til þess að mæta þessu ástandi sem ekkert sveitarfélag á Íslandi, hvorki fyrr né síðar, hefur þetta mætað að standa í. Tala nú ekki að við höfum verið í þessu ástandi eða þessari stöðu á sama tíma og við höfum verið, ég vil kalla í skuldafangelsi, undir eftirlitsnefnd með fjármála sveitarfélaga og þeirri aðlögunarháttum sem hér er unni mjög nákvæmlega eftir. Við erum að vinna okkur út úr þessu, vonandi getum við bætt í starfsmannafjöldan á næsta ári og valið okkur þær áherslur í þeirri fjölgun sem að bæjarstjórn kemur sér saman og er einhuga eins og ég held að við hefum verið hér í þeirri fjárhagsáætlun sem var samþykkt fyrir örfáum vikum síðan hér í bæjarstjórn. Annað sem mig langar að tala og snýr að stjórnskipulaginu sem að ég skil ekki alveg af hverju er hér svona til mikillar umræðu núna, þetta er bara verk í vinnslu ennþá. En ég ber ábyrgð á því, ætla að axla ábyrgð á því að það voru fleiri heldur en þeir sem upphaflega var ætlað að tala við sem að fengu að hafa skoðun á þessu. En þannig var, bara til upprifjunar fyrir bæjarfulltrúa, að þá var ákveðið þetta skipti eins og önnur þau skipti sem að stjórnskipulagið hefur endurskoðað, að þá er bæjarráð tekur að sér hlutverk stjórnskipulagsnefndar sem að fer með þetta verkefni. Í bæjarráði sitja 5 bæjarfulltrúar og það var ákveðið af ráðgjafanum og óskað eftir og samþykkt í stjórnskipulagsnefnd bæjarráði, samþykkt samhljóða tillaga hans viðmælendur sem voru sviðsstjórar, forseti bæjarstjórnar og formaður bæjarráðs. Það kom engin tillaga fram í stjórnskipulagsnefnd að hafa þetta með einhverjum öðrum hætti. Hins vegar óskaði einn bæjarfulltrúi eftir því síðar þegar vinna var komin í gang að fá að hitta ráðgjafann og láta í ljós sína skoðun. Og það var bæjarfulltrúi Margrét Sanders. Hafandi þekkt Margréti langt skeið og veit að hún starfar við nákvæmlega þessi sömu mál og hefur meðal annars, ef ég má með leyfi Margrétar, fyrirgefðu Margrét, að unnið að stjórnskipulagsbreytingum hjá stórum fyrirtækjum og er að því alla daga, hún vinnur í þessum bransa. Þá fannst mér það sjálfsagt að óska eftir því við ráðgjafana hann ætti við hana smá spjall sem að hann gerði og hann var bara ánægður með það og taldi að þetta væri vinnunni til framdráttar og til góðs. Á sama hátt var ákváðu við Róbert Ragnarsson, ráðgjafi, að hann myndi hafa tal af mannauðsstjóra Reykjanesbæjar, Kristni Óskarsinni, og það var líka tala við hann. Enda var það svo sem inn í upphaflegu tillögunni að það gæti komið upp svo staða að það yrði tala við fleiri. Aðrir bæjarfulltrúar í stjórnskipulagsnefnd eða bæjarráð eða bæjarstjórn hvorki óskuðu né fóru þess að leita að fá að hitta ráðgjafann á þeim tímapunkti. Það má vel vera að hann hefði verið til í það og talið það vera verkefninu til framdráttar hefðu slíkar óskir komið fram, en þær kom ekki fram. Þannig að ég vildi bara skýra þetta og hafi þetta valdi því að menn eru ósátti við vinnuna eða telja á sér hafa brotið, þá biðst ég afsökunar á því. Ég ber alveg fullkomlega ábyrgð á því máli.
Nú með leyfi fundarins þá langar mig aðeins að svara hérna ágætum bæjarfulltrúa Frjáls afls varðandi stöðuna í Helguvík. Það vill nú þannig til að fáir ef nokkur bæjarfulltrúi sem hér situr komur að því á sínu tíma að leiða þessar hugmyndir inn í Helguvík. Það breytir ekki því að auðvitað fóð þetta allt á stað undir þeim formerkjum að þarna væri grænan efnagarð að ræða, mengunarlausan. Þannig var það kynnt fyrir íbúum og auðvitað tekið heils hugar undir það að það væri óskandi að engin stóriðja í landinu mengaði. Það er aftur á móti einhver útópía sem að ég held að við munum aldrei ná. Það hefur gert það að verkum að fólk hefur reynt að velja þessum stóriðju verkefnum staðsetningu þar sem að mengun af þeim hefur verið lágmörkuð, áhrif mengunar á heilsu fólks. Það hefur ekkert komið fram tillaga frá þessu félagi hvernig þeir ætla að uppfylla sín skilyrði gagnvart Umhverfisstofnun. Málið er raunverulega bara í vinnslu þeim megin. Fram að þeim tíma er lítið sem að bæjarstjórn getur gert annað en að fylgjast með. Við höfum aftur á móti lagt það á það áherslu og ég hef gert það að kalla þessa aðila til ábyrgðar. Það er samfélagslega ábyrgð sem felst í því að vera með rekstur sem þennan. Og ég vil nýta tækifærið og gera það enn og aftur, vonast til þess að menn sýni samfélagslega ábyrgð í ljósi þeirra stöðu sem upp er komin. Mér langar líka að fagna því sérstaklega að hér kemur hver bæjarfulltrúinn á fætur öðrum, svona nánast, með uppbyggjandi gagnrýni á það sem við erum að gera í Reykjanesbæ. Hvað þýðir uppbyggjandi gagnrýni? Að rýna til gagns. Svo fólk geti metið stöðuna, velt fyrir sér hvort við séum að rétti leið, hvort við gætum tekið eitthvað af þeim góðu athugasemdum til greina og lagað kúrsinn þannig að við getum öll verið að stefna í rétt átt. Ég fagna því og tek það til mín og er alveg viss það að allir bæjarfulltrúar gera það. Og til þess erum við hér í bæjarstjórn til þess að ræða málin. Mér langar líka að koma rétt aðeins inn á það sem að bæjarstjórinn nefndi hér áðan. Það hefur lengi legið fyrir að sveitarfélagið hefur verið undirmannað og það hefur reynt mikið á starfsmenn sveitarfélagsins á undanförnum árum, fyrst auðvitað í hruninu og við brotthvarf hersins og síðan í kjölfarið þessari gegndarlausu þróun sem að hefur auðvitað verið að mörgu leyti mjög jákvæð, þar sem að þúsundir Íslendinga og fólks að erlendum uppruna hefur sér hag sinn bestan borgið í því að flytja í Reykjanesbæ. Auðvitað er það mikið fagnaðarefni og verið þau velkomin. En því fylgja líka vaxtarverkir og okkar ágæta starfsfólk hefur reynt að bregðast við því eins og hægt er. Margrét Þórarinsdóttir hefur hvað sér hljóðs, gerð svo vel Margrét. Forseti bæjarstjórnar og aðrir viðstaddir. Hvernig á ég að taka þátt í bæjarstjórn ef Miðflokkurinn fær hvergi að tjá sig? Ég bara spyr. Hvað varðar vinnubrögð mín vegna bókana þá tel ég það vera þjónustu við íbúa að bóka en það hafi ekki allir kost á því að horfa á beina útsendingu. Ég er í umboði fólksins hér í Reykjanesbæ. Hvað varðar áskorunum íbúakosningu vegna kísilvera í Helgavík ef að aðstandendur undirskriftarsöfnunarinnar fóru ekki að lögum sem að þau telja sig hafa gert, er það bara ekki tilefni til að kæra ákvörðunina til ráðuneytisins? Ég bara spyr. Ef svo er það bara ekki líka eðlilegt
Svo vona ég svo sannarlega að ef Stakksberg óskar eftir breytingum á deiliskipulagi að það verður samhugur í bæjarstjórn að fella þá tillögu. Vegna endurskoðunar Reykjanesbæjar á stjórnskipulagi þá vil ég svara þér, Guðbrandur, það hefur verið þegar rætt í mínu baklandi og þetta var ákvörðun okkar að sitja hjá þar sem við höfum hvergi komið að þessari vinnu. Varðandi fundargerð Kölku þá hlýt ég að mega tjá mig. Þetta er mín sýn á varðandi sameiningu Sorpu og Kölku. Og saga Keflavíkur, ég fagna því að ekki verið farið í þetta verkefni án þess að kostnaðargreina og ég benti á sögu Akranes en ég aflaði mér upplýsingar þaðan og það átti að gefa út 4 bindi, það voru einungis gefin út 2 bindi og það kostaði sveitarfélagi 100 milljónir. Takk fyrir. Baldur Guðmundsson hefur passið hljóðs, gjör svo vel Baldur, velkomin í pontu. Virðulegi forseti, góðir bæjarfulltrúar, gestir. Já, ég hafði orðað í á síðasta bæjarstjórnarfundi að fulltrúi Miðflokksins væri að nota fundargerð bæjarstjórnar sem svona fréttatilkynningu fyrir Miðflokkinn og hún staðfesti það með því sem hún sagði hérna áðan að hún lítur þannig á það og í staðinn fyrir að ég bara skvett olíu á eldinn og ritstjórnin hefur verið sett á fullt í að búa til fleiri bókanir. Hér stendur í samþykktunum okkar núna bæjarfulltrúi á rétt á að fá bókað stutta athugasemd afstöðu sína til þeirra mála sem til umræðu í bæjarstjórn. Til umræðu fundargerðir bæjarráðs. Og ég finnst ansi langt seilst að taka hvert einasta mál, hvern einasta dagskrárlið í fundargerðum bæjarráðs og taka sér þann rétt að bóka hann. Sérstaklega það sem að samþykki liggur fyrir. Að fylgi samþykkinu líka bókun finnst mér full vel í lagt. Og ef að allir bæjarfulltrúar myndu taka þetta til sín, auðvitað er ég líka fulltrúi bæjarbúa, alveg svo Margrét. Ég er ekki alveg búin að telja hvað eru margir á bak við mig eða hvaða prósentutala það er. En ef allir myndu taka sér þetta dagskrárvald að bóka undir hverjum einasta lið, það eru skrautlegar fundargerðir. Þó ég var að samþykkja þetta. Þannig að ég tek heilshugar undir pirring forseta. Og fundurinn er búin að snúast þessar bókanir sem allir eru sammála Hvert eru að fara með þessu? Er þetta lýðræði sem við viljum? Ja, ég held ekki. Ég hef tekið þátt í svona vinnu með stefnumótun og það er mjög vont að vinna þetta eins og við erum að gera þetta, þú veist, að fá að tala tvisvar og eitthvað, enga myndir og allt það. En ég ætla að ítreka það sem að ég hef sagt áður, bæði hér á þessu vettvangi og síðan líka bara þegar að Róbert kynnti þessar tillögur fyrst, að það er verið að vinna þetta finnst mér dálítið í öfugri röð. Það er einhver stefnumótun í gangi, það eru stefnur til á öllum sviðum bæjarins. Það er verið að vinna eftir því. Við erum ekki að vinna, hann er ekki að vinna stjórnskipulag byggt á þeim grunni, heldur ekki á stefnumótunum sem að Kapacenti er að vinna að vegna þess að það er ekki komið út úr þeirri vinnu. Heldur er svona allt of mikil áhersla lögð á þennan stjórnarsáttmála. Og ég ætla ekki að gera lítið úr því að svona sáttmáli sé gerður og allt það og menn reyna að vinna eftir honum, þó að nú væri. En mér finnst menn hengja svo mikið á að þessi ráð verði að vera eitthvað staðar, einhvern veginn. Það til dæmis framtíðar ráð, flott pæling, en á það ekki einmitt heima eins og Margrét sagði á hann, ekki heima bara í svona markaðs- og atvinnu, ráði, þar sem að framtíðin er líka skoðuð. Það sé bara hluti af þeirra verkefni. Varðandi lýðheilsu, þá vinn ég í mennta- og menningarmálaráðuneytinu og það er ástæða fyrir því að það hefur 2 heiti. Það eru menntamál eins og við erum með fræðslusvið og síðan eru menningarmálin og þar undir er íþrótta- og æskulýðsmál.
Þetta er í einu pakka og heitir bara menning. Það er alveg hugsanlegt að við getum sagt að menningarstarfi sé hluti af lýðheilsunni, að gera fólki glaðan dag, lyfta fólki upp. Þannig að ég myndi alveg skoða það, hvort það er ekki hægt að setja þá bara gott lýðheilsuráð sem að fengi þá menninguna inn í líka. Eins og sé, það eru ótal hugmyndir sem maður getur verið að velta þetta fyrir fram og tilbaka. Það er mjög vont að vinna á þetta þessum vettvangi, en við höfum þó þennan pall til að tjá okkur, til að koma með ábendingar. Ég er alveg, ef að Róbert vil hringi í mig eða ég hringi í hann, þá held ég að því verði ekkert illa tekið, sko. Ég gætum alveg unnið það, en mér finnst bara mjög eðlilegt að Margrét Sanders, sem er í bæjarráði, mjög öflugur fulltrúi í þessa vinnu, bara hefur svo mikla þekkingu á þessu sviði, að ég treysti henni alveg fullkomlega til að fylgja þessu máli eftir. En þetta er náttúrulega bara ekki verið að taka afstöðu til málsins akkurat núna. Þetta eru drög, eins og bara kemur skýrt fram á forsíðunni, þetta eru drög til umræðu. Þess vegna ætla ég ekkert að vera að bóka þetta niður í svæðið. En reynum að fara að vinna saman að málefnum bæjarins. Þessi sköflungaspörk eru orðin ferlega þreytt. Já, með leyfi fundarins langar með aðeins að taka til máls varðandi þessar stjórnskipulagsbreytingar sem hafa verið hér til umræðu. Þá sérstaklega það sem snýr að lýðheilsuráði. Nú vert að geta þess að lýðheilsa á Íslandi er undir embætti landlæknis sem heyrir síðan undir heilbrigðisráðuneytið og það hefur verið unnin mikil og góð vinna á vegum sveitarfélagana. Hvert og fætur öðru hafa þau tekið lýðheilsumál upp og er að gera það og ég held að það sé töluverður samhljómur fyrir því, held ég, meðal bæjarfulltrúa og íbúa sveitarfélagsins að lyfta lýðheilsunni upp á hærra plan. Hvað nákvæmlega á að koma þar undir er síðan bara ljómandi góð umræða því að það er svo margt sem að snýra að lýðheilsu íbúa eins og bæjarfulltrúi Baldur Gummarsson myndist einmitt á. Ég verð þó að segja það að í máli bæjarfulltrúa Miðflokksins hér áðan við hnautum kom í ljós að bæjarfulltrúum fannst tilefni til þess að almennir bæjarbúar sem hafa skrifað undir yfirlýsingu áskorun til bæjarstjórnar kæri það mál og mér heyrist að hún vilji fara fyrir því máli. Það er nefndi kæra sjálfan sig sem er mjög sérstakt. Og það væri mjög undarleg staða að standa í þeim sporum ef við værum búin að kæra okkur sjálf. En eins og ég benti á áðan og ég vil ítreka að málið hefur ekki komið inn á borð bæjarstjórnar ennþá og það er alls ekki lokum fyrir það skotið að minnsta kosti meirihlutinn beiti sig fyrir íbúakosningu í þessu máli verði þess og sé þess kostur á einhvern hátt. En ég ítreka það að við erum bundin að lögum í landinu. Lögin í þessu tilviki eru alveg skýr, hvort sem okkur líkar betur að ver. Og það er nú einu sinni þannig að okkur ber að fara eftir lögum. Ef það eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið fundargerðum bæjarráðs frá 21. og 28. mars, þá er þeim það velkomið. Margrét Þórarinsdóttir með kvassi ljós, gjör svo vel Margrét. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir og með leyfi forseta bæjarstjórnar þá langar mig að svara bæjarfulltrúanum Baldri Rúnarssyni.
Ég bara veit ekki eiginlega alveg hvað þú ert að tala ég bara skil það ekki. Þú kannski getur útskýrt það fyrir mér. Af hverju ég að bóka? Það bara eitthvað rugl að bóka? Þú talar það að fundargerðirnar verða svo ruglingslegar og skrautlegar. Ég get ekki séð það að það verði. En hún kannski finnst það, hann vil bara lesa fyrirsagnirnar. Og ég tel bara það sé gott að allir fá að tjá sig, ekki bara fjólfrokkarnir. Og eins og við öll vitum þá gerist allt í bæjarráði. Það fer allt fram í bæjarráði. Og það sem að undirritun sem stendur hér situr ekki í bæjarráði, þá þetta eina leiðin til að ég fá að tjá mig. Og vonandi verður breyting á því að ég sitji í bæjarráði á næstunni. Takk fyrir. Nú forseta þykir ástæða til þess að ítreka það að í bæjarstjórn Reykjanesbæjar gildir fullt og algjört málfrelsi. Og hér hefur aldrei neinn aðili verið stöðvaður við það að bóka undir nokkur einasta máli og það vinnubrögð sem ekki vera viðhöfð hér. Guðbrandur Einarsson hefur hvað sér hljóðsker svo vel Guðbrandur. Virðulegur forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Bæjarfulltrúi Margrét sagði hér í sínum síðustu orðum að það gerist allt í bæjarráði. En það nú síður eins og þannig. Fullnaðar ákvörðunarvaldið liggur hér. Það liggur bara ekki í bæjarráði. Bæjarráð eins og önnur ráð með ákveði verksvið, heldur utan ákveðna hluti, eins og önnur ráð, skilar af sér fundargerð inn til bæjarstjórnar sem að tekur síðan ákvörðun það sem í fundargerðinni stendur. Og ef að bæjarstjórn hefur einhver aðra skoðun á einhverju máli sem að kemur fram í fundargerð bæjarráðs, þá hefur hún vald til þess að breyta öllu því sem stendur í fundargerð bæjarráðs. Af því að fullnaðar ákvörðunarvaldið liggur ekki í bæjarráði, það liggur hér. Og bæjarfulltrúar taka ákvörðun það sem á að gerast. Við getum að sjálfsögðu framselt fullnaðar ákvörðunarvaldið nefnda, það hefur bara ekki verið gert. Það liggur hér. Jú, vissulega gæti það verið henni til hæðarauka að sitja í bæjarráði, annarkvort sem fullgildur ráðsmaður eða sem áheyrnarfulltrúi, en það var bara tekin ákvörðun það að frjálsa afli og Miðflokknum að gera þetta með öðrum hætti. Þrátt verið ábendingar annað. En því verður ekki breytt núna. Ég kom nú kannski ekki upp út af því, bara þessi umræða sem hér hefur á sér stað stjórnsýslubreytingar bara af hinu góða, en bæjarstjóri nefndi nú, hann áttaði sig ekki alveg á því af hverju við erum að fara í þessa umræðu núna akkurat hér. Ég held að við ættum bara að taka þetta heim til okkar, hvert og eitt okkar, líka Miðflokkurinn. Og menn ekkert að velta fyrir sér að sitja hjá eða greiða atkvæði gegn eða greiða atkvæði með. Við erum ekkert að fara að gera neitt núna. Sjáu hvað þetta nú góður meirihluti. Hann að gefa færi á því að menn ræði þetta og skoði þetta. Af því að ég tel eðlilegt og við teljum eðlilegt að við höfum á þessu skoðun. Þessu plaggi sem að lagt hefur verið fram, sem að verður kannski ekki neitt. Kannski ákveðum við bara að henda þessu. Halda okkur við gamla plaggi, ég veit það ekki. En nú ég komið með þetta plagg í hendurnar og ætla að hitta beina leið á morgun og væntanlega kemur einhvern tíman að ákvörðunartöku í málinu, en hún bara ekki á dagskrá núna. Ég bara sammála bæjarfulltrúa Margréti í því að auðvitað má hún hafa skoðun. Hvað sem það á Kölku, Sörpu eða einhverju öðru. En ég sit ekki undir því að vera borin einhverjum annarlegum hvötum í málinu. Ég sit bara ekkert undir því.
að ég vera borin þeim sökum að ég hafi einhverja hvatir í málinu sem að hygla Sorpu á kostnað Kölku. Ég bara þrápi mér svona málflutningi og ég áskil mér að sjálfsögðu rétt til þess að verjast slíkum róburði. En mér finnst þetta að vera venja Miðflokksins, hvar sem hann kemur niður, að ráðast á fólk og reyna að lítilaka það. En ég sitt ekki undir því. Fleiri bæjarfulltrúar sem vilja taka til máls undir fundargerðum bæjarráðs. Svo ekki að langar forseta að lesa hér upp sameiginlega bókun sem að hinga til á þessum fundi finnst mér eitt að jákvæðasta sem að forseti tekur sér fyrir hendur. Þrátt fyrir mjög erfiða stöðu sem við þekkjum öll og hefst nú lesturinn. Bókun vegna VÁ lögð fram á bæjarstjórnarfundi 2. apríl. Bæjarstjórn Reykjanesbæjar lýsir ánægju sinni með hversu hratt og vel hefur verið brugðist við þeim mikla vanda sem hefur skapast í kjölfar þess að VÁ var lýst gjaldþrota. Ríkisstjórn, þingmenn, sveitarstjórnir, stéttarfélög og margir fleiri brugðust strax við til þess að lágmarka þann skaða sem óneitanlega fylgir þegar svo margar uppsagnir að ræða og til þess að halda utan þann stóra hóp fjölskyldna sem mist hefur lífsviðurværi sitt. Sveitarfélagið hefur nú þegar brugðist við og hefur myndað aðgerðarhóp til þess að meta stöðuna frá degi til dags. Þar verður sérstaklega horft til þess að koma í veg fyrir að þessi staða hafi neikvæð áhrif á börn og ungmenni sveitarfélagsins. Stéttarfélög hafa lýst sig reiðubúin til þess að lána starfsmönnum VÁ sem ekki fengu greitt laun mánaðamótin, auk þess sem ríki hefur lagt aukna fjármuni til Vinnumálastofnunar. Einnig ljóst að styrkja þar atvinnuleysistryggingasjóð og ábyrgðasjóð launa sem ábyrgist launagreiðslur við gjaldþrot fyrirtækja í framhaldi. Samstillt átak af þessu tagi ánægjulegt og mun leiða til þess að árangri verði náð fyrr en ella hefði verið. Bæjarstjórn Reykjanesbæjar mun standa þétt saman og vinna með nágranna sveitarfélögunum og ríki að mótvægisaðgerðum eins og þurfa þykir. Undir þessa bókun skrifa allir bæjarfulltrúar í bæjarstjórn Reykjanesbæjar og hún hér með lögð fram til bókunar. Og þá komið að því að greiða atkvæði fundargerð bæjarráðs 21. og 28. mars. Þeir bæjarfulltrúar sem geta samþykkt fundargerðina vinsamlegast gefið merki og fundargerðin samþykkt 11:0. Nú annar liður á dagskrá fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar frá 21. mars 2019 og gef ég orðið laust fundargerð Reykjaneshafnar. Og það engin bæjarfulltrúi sem kveður sér hljóðs og ber ég þá fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar upp til samþykkis þeir sem geta samþykkt fundargerðina vinsamlegast gefið merki og fundargerðin samþykkt 11:0. Þriðji liður á dagskrá fundargerð barnaverndarnefndar og hún hér með lögð fram. Fjórði liður fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 27. mars 2019 og gefur forseti orðið laust fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs. Og Anna Sigríður Jóhannesdóttir hefur kvað sér hljóðs. Velkomin í pontu, Anna Sigríður. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir gestir. Kemur undir máli 4 í fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs en þetta í sambandi við viðbrögð knattspyrnudeildar Keflavíkur og Njarðvíkur við skýrslu VFSO. Og í svörum knattspyrnunnar í Keflavík og Njarðvík við greiningu VFSO þau voru ágæt og vel unnin og vonandi finna leiðir til að nýta knattspyrnuhúsið sem best fyrir iðkendur sem stunda knattspyrnu í Reykjanesbæ. En varðandi gervigrasvöllinn sem kom fram í þeirra svörum sem vonandi verður byggður fljótlega, þá þarf að komast að niðurstöðu hvar staðsetningin á að vera. Það ljóst að það verði ekki byggðir 2 vellir.
þrátt fyrir að vera með 2 íþróttafélög í Reykjanesbæ. Ég vonast til þess að bæði Keflavík og Njarðvík geti bara nota sama völlinn á þeim stað þar sem hann verður byggður. Og það er gott að heyra þeirra skoðanir og vonandi verður þetta komið á hreint fljótlega, en það er stefnumótin í gangi með íþróttafélögunum. Forstöðumanni íþróttamannvirkja er falið að boða yfirþjálfara félagana og kanna hvort mögulegt sé að koma til móts við óskir knattspyrnudeildar Keflavíkur og UMFN. Og bíði bara spennt eftir þeirri vinnu áframhaldandi. Einnig langar mig að nefna, af því að við erum hér að ræða íþróttir og tómstundir, þá langar mig að hrósa Hafþóri Birgis, íþrótt- og tómstundafulltrúa, fyrir að setja inn góðar og jákvæðar fréttir af íbúum sem að gera góða hluti í íþróttum og tómstundum. Og ég held að þessar fréttir gleðji íbúa. Það er gaman að sjá þetta og þetta er að birtast á samfélagsmiðlum og þetta er á Facebook síðunni Íþróttir, tómstundir og forvarnir í Reykjanesbæ. Það er alltaf gleðiefni að sjá hve vel gengur hjá okkar fólki og við að hvetja þau áfram á sömu braut. Helgina setti fulltrúinn inn góða frétt af danskompani, dansskóla í Reykjanesbæ, og mér langar að óska nemendum í danskompaníinu til hamingju með frábæran árangur í danskeppni helgina og gangi ykkur vel á heimsmeistaramótinu í Portúgal í sumar. Takk. Með leyfi fundarins langar mig að tala 5. lið í fundargerðinni, að mikið fagnaðarefni að hér skuli 2 stór íþróttamót vera framöndan síðustu helgina í apríl. Blakdeild Keflavíkur heldur ásamt fleirum öldungamót í blaki og mér skilst að þessu 1500 manns væntanlegt til sveitafélagsins. Og það væri nú ekki leiðilegt fyrir þetta fólk að heimsækja okkur. Það vita allir. Ekki nóg með það að við séum íþróttabær, sannur, heldur er hér margt skemmtilegt að sjá, söfn og góðir veitingastæðir og fyrst og fremst náttúrulega fallegt og skemmtilegt fólk sem það náttúrulega ekki að taka fram. En það er ekki bara blakmótið, það er líka Evrópumót í keltneskum fangbröðum. Þannig ef einhverjir af þessum ágætu gestum hafa hugsað sér að vera með einhver leiðindi, kannski nýr bæ eða hafnagötunni, þá ættu þeir ekki að rekast á neina sem eru á Evrópumótin í keltneskum fangbröðum. Svona reyna að stýra sér aðeins burtu frá þeim. En það er mikið fagnaðarefni líka, þetta eru 120 manns að ég held. Þetta er held ég í fyrsta skipti sem að haldið er Evrópumót í keltneskum fangbröðum hér á Íslandi og vil ég sérstaklega taka fram að þetta er mikið fagnaðarefni. Ég vil líka þakka íþrótta- og tómstundafulltrúa sem hefur unnið ötullega að því að tryggja það að þessi mót geti farið fram. Já, hann þakkir skildar. Orðið er laust. Styrmir Gauti Fjellsteð, hefur kassi hljóðsker svo er Styrmir. Forseti, ég kem inn undir lið 4 í fundargerðinni. Mér langar bara að segja að ég tek heilshugar undir bókun í þessum lið, þar sem að knattspyrnudeildunum er þakkað fyrir greinargóð viðbrögð. Það er margt áhugavert sem kemur fram í þessu viðbrögðum, sumt sem maður er mjög sammála og önnur atriði sem maður er ekki einsammála. Samtal deildanna við forstöðumann íþróttamannvirkja finnst mér rökrætt næsta skref og vonandi að samtalið verði málefnalegt og fari vel. Takk fyrir. Orðið er laust fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs. Ef það er ekki fleiri sem kveða sér hljóðs, þá ber ég fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 27. mars upp til samþykktar á fundurum. Þeir sem geta samþykkt fundargerðina vinsamlegast skeiða merki. Hún er samþykkt 11.0. Er þá dagskrá bæjarstjórnarfundarins tæmd og geri ég hlé á fundi meðan að gengið er frá fundargerð.
563. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldinn á Tjarnargötu 12, 2. apríl 2019 kl. 17. Viðstaddir Anna Sigríður Jóhannesdóttir, Baldur Þóri Guðmundsson, Díana Hilmarsdóttir, Guðbrandur Einarsson, Gunnar Þórarinsson, Jóhann Friðrik Friðriksson, Margrét Ólöf Sandes, Margrét Þórarinsdóttir, Styrmi Gauti Fjellsteð, Eydís Hentze Pétursdóttir, Sigurrós Antonsdóttir, Kjartan Már Kjartansson bæjarstjóri, við forseti var Jóhann Friðrik Friðriksson. Og fyrsta mál er fundargerð bæjarráðs og 21. og 28. mars 2019 og forseti gaf orðið laust til máls tók Margrét Þórarinsdóttir lagði fram eftirfarandi bókanir og með leyfi forseta hann mun ekki lesa bókanir en þær bárust rafrænt. Til máls tóku Jóhann Friðrik Friðriksson og Guðbrandur Einarsson sem lagði fram eftirfarandi bókun frá meirihluta Reykjanesbæjar, beinni leið Framsóknarflokki og Samfylkingunni við lið 2 í fundargerð bæjarráðs og 28. mars 2019 og með leyfi forseta mun ekki lesa þá bókun en hún barst líka rafrænt. Og til máls tóku Margrét Sandes, Gunnar Þórarinsson, Anna Sigríður Jóhannesdóttir, Kjartan Már Kjartansson, Jóhann Friðrik Friðriksson, Margrét Þórarinsdóttir, Baldur Þór Guðmundsson og Guðbrandur Einarsson og bæjarstjórn Reykjanesbæjar lagði fram eftirfarandi bókun og með leyfi forseta mun ég ekki lesa þá bókun en hún barst einnig rafrænt. Og fundargerðirnar voru samþykktar 11:0. Annað mál er fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar frá 21. mars 2019. Forseti gaf orðið laust en fundargerðin var samþykkt 11:0 án umræðu. Þriðja mál er fundargerð barnaverndarnefndar frá 25. mars 2019 og fundargerðin var lögð fram án umræðu. Fjórða mál fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 26. mars 2019. Forseti gaf orðið laust til máls tóku Anna Sigríður Jóhannesdóttir, Jóhann Friðrik Friðriksson og Styrmi Gauti Fjellsteð og fundargerðin var samþykkt 11:0. Ágætu bæjarfulltrúar, fundargerð fundarins liggur fyrir. Þeir sem geta samþykkt fundargerðina vinsamlegast gefið merki og fundargerðin er samþykkt 11:0. Þar með er fundi slitið.